Laxá að fyllast af fiski. Göngur hafa náð hámarki í þessa nafntoguðu stórlaxa á, nú þegar verslunarmannahelgi runnin upp. Laxá í Aðaldal hefur allt til að bera. Fjölbreytt veiðisvæði, mikið af fiski, ótæpilega náttúrufegurð og hún geymir stórlaxa. Svæðið neðan Æðarfossa líkast til eitt besta veiðisvæði í Evrópu og þótt víðar væri leitað. Laxá fellur í 3 kvíslum Æðarfossa. Vestast Kistukvíslinn, víðfrægur veiðistaður. Laxá í Aðaldal á ósa í Skjálfanda. Upptök Laxár eru í Mývatni og fellur áin fyrst í stað Laxárdal og því næst gegnum Aðaldal sem áin kennd við. Laxárfélagið með ána á leigu frá virkjun til sjávar ef undanskilin eru Núpa og Nessvæði. Húsavík aðeins steinsnar fyrir austan Laxá og löngum hafa húsvíkingar farið til veiða í ánni. Við erum þeirra forréttinda aðnjótandi að veiða með Helga Bjarnasyni, formanni Húsavíkurdeildar Laxárfélagsins. Þeir eru fáir veiðimennirnir sem hafa meiri reynslu í ánni en einmitt Helgi Bjarnason. Helgi hefur alla tíð haft áhuga á félagsmálum og verið róttækur. Hann var formaður verkalýðsfélagsins á Húsavík til margra ára. Í dag hann ekki lengur í fremstu víglínu. Ja, nema við Laxá. Fyrsta vaktin fyrir neðan fossa, Æðarfossa. Með Helga veiðir Birgir Lúðvíksson og það von á syni Helga, Helga Helgasyni fljótlega. Það eru 2 stangir fyrir neðan fossa og menn byrja á að skipta með sér svæðinu. Í breiðuna? Já, breiðuna. Heila spýtan æfilega breiðan? Já. Og hinn? Styttri spýtan Kistu vestan. Kistu. Já. Þá blanda ég cocktail. Það áratugalöng hefð fyrir því meðal húsvíkinga að nota eldspýtur við dráttinn. Breiðan og bjartri. Ertu ánægður að byrja þetta með Helgi? Já, ég yfirleitt alltaf ánægður til að byrja með. Svo veit maður ekki hvað það enda. Það annað mál. Ég að kynnast þessum manni í fyrsta skipti núna og mér ekki líst vel á það og vona að koma ofta til ykkur húsvíkingana. Þarna Helga Bjarnasyni rétt lýst. Hann leggur mikið upp úr því að menn fari ánægðir frá Laxá. Oft hefur hann aðstoðað veiðimenn en aldrei tekið krónu fyrir. Helgi veit sem að Laxá ver sína fiska vel og að það ekki fyrir hvert sem að ramba á tökustaði í fyrstu ferð í Aðaldalinn. Helgi náttúrubarn, einn af þessum veiðiköttum sem hefur veitt frá því hann var smápolli. Helgi iðulega kallaður grani af húsvíkingum eða kallinn þegar hann að veiða. Birgir Lúðvíksson, óaðskiljanlegur veiðifélagi hans til margra ára, heldur lægri í loftinu og því einfaldlega kallaður litli kallinn. Kallinn og litli kallinn eru óaðskiljanlegir þegar veiði annars vegar. Þeir hafa gegnum árin þreytt 100 ef ekki 1000 laxa á þessu fengsælasta veiðisvæði landsins. Helgi yngri nú mættur og hann byrjar með spún á breiðunni. Hann fékk Maríulaxinn í fyrra og nú á nýjan leik kominn alla leið frá Ísafirði í sinn annan laxveiðitúr. Hann sýnir alvarleg einkenni veiðidellu. Alveg í Harðalandi neglir smálaxspóninn og það óvíst hvorum brá meira, laxi eða veiðimanni. Stór Helgi? Nei, ég held ekki. Ég búinn að missa einn í dag og það alveg
Ekki þennan. Helgi sleit hreinlega úr fyrsta laxinum sem hann setti í, þá var hann með bremsuna í botni. Langstærstur hluti veiðinnar í Laxá í Aðaldal fyrir neðan fossa. Fram til þessa hefur kvóti á þessu neðsta veiðisvæði verið 40 laxar á dag. Því verður breytt í 24 laxa. Þetta dæmigerður smálax, Bústinn og Bjartur, nýskriðinn úr sjó. Hann tók silfraðan tópi. Fyrir Helga túrinn fullkomnaður. Var hann erfiður? Nei, hann var stressandi helvíti og... Strákurinn ók samfleytt í 8 klukkustundir til að setja í lax og það gekk eftir. Kallinn hæstánægður. Má sjá, hann lúsugum að sjá? Já. Má sjá hendina þér? Þetta gott. Það víða veitt af bátum í Aðaldalnum, raunar kalla laxármenn þá pramma. Þeir eru meðfærilegir og gott að stjórna þeim, enda smíðaðir af húsvískum veiðimönnum sem þekkja fljótið vel. Þegar veitt með gömlum ref eins og Helga Bjarnasyni eru sögurnar óteljandi. Helgi minnist þess þegar Ameríkanar höfðu í heiðri þá reglu að misti veiðimaður lax niður á svæði annars veiðimanns, skyldi sá sem átti svæðið taka við stönginni. Hallmar heitinn Helgason, móðurbróðir Helga og mikill veiðimaður, kynntist þessari sérkennilegu reglu. Hann var að veiða í Hrúthólma. Hallmar galli setur þarna í stóran fisk, geysilega stóran lax, og hann fer niður, bara niður grátturinn. Og hann var ekki með neitt bát eða neitt, svoleiðis að það var ekkert hann að gera en að taka sjansinn á að rífa úr honum eða slíta, eða þá að reyna að komast í land. Og þegar að kallinn svamlar yfir, hann svamlar yfir og þegar hann kemur í land, þá kemur útlendingur og segir nes, nes, nes. Og þá allar að fara að taka við stöngina að þeim gamla. Og þá segir sá gamli bara hólma og fór áfram niður. Og landaði sínu fiski. Hann var ekkert að spá í það hvaða landa var að landa. Já, hann var alveg sérstakur persónuleiki, alveg frábær, sko. Það stendur mikið til í veiðiheimilinu Vökuholti. Það ekki laust við að veiðimenn verði hissa þegar þeir koma í hús. Það kampavín á boðstólum. Það Orri Vigfússon, formaður Laxárfélagsins, sem býður og hann færir mönnum góðar fréttir. Ég var núna fyrir 3 tímum að fá fax frá stjórn Grænlands að þeir staðfestu það samkomulag sem við vorum búin að gera við veiðimennina og þar með teljum við að öllum úthafsveiðum á laxi sé lokið. Við langar til þess að biðja ykkur að samfagna með okkur hérna með því að lyfta glösum og segja skál. Skál. Þeir feðgar eiga 3. svæðið morguninn eftir. Þeir byrja í Brúarhyl sem hefur oft gefið meiri veiði en í sumar. Það þokuloft og skilyrðin ekki upp á það besta.
Þeir feðgar ræða orra og laxakvótakaupin. Hugmynd sem fyrst þótti fáránleg, síðar óframkvæmanleg, en í dag orðin að veruleika. Helgi Bjarnason telur orra hafa unnið mikið þrekvirki. Hamingjusamur í dag. Já, mjög hamingjusamur. Ég hef aldrei verið eins vel á nóttum á ævinni fyrr. Þetta alveg... Þetta búið að vera þróttstarf í nærri 4 ár og við erum núna að sjá hérna þann stærsta samning sem hefur verið gerður í átt að friða allan villtan lax. Flugan tekur sífellt meira af tíma Helga núorðið. Honum líður best með einhenduna. Hér tekur lax hjá honum fluguna Collidog í Brúarhyl. Óvænt taka því veðrið ekki upp á það besta, kalt og þokuloft. Ég veit nú ekki hvernig þess tekin, hann lætur illa þessi andskot. Það verður að verða hundleður á þessu. Má ég fara hérna niður? Nei, ekki nálægt í strax. Helgi yngri með háfinn og ofurlítið stressaður því hann hefur ekki háfað fyrr, en kallinn ætlar að kenna honum þetta allt saman. Ertu ekki hræddur að missa hann? Jú. Helgi Bjarnason, eins og raunar fleiri eldri veiðimenn frá Húsavík, kallar smálaxinn putta eða jafnvel vasafisk. Hann bjöð aðeins neðar henni. Ég kem neðan. Á smegir og hafna vindur hann. Þannig að vindur hann ekki, fljótur. Það var ekki við öðru að búast en að þetta gengi eins og í sögu hjá þeim feðgum. Þetta eins árs fiskur, já, dæmigerður. Dæmigerður eins árs fiskur. Eins og eiga við í Laxá, sko. 5, 6, 7 pund eftir árið í sjó. Ég þarf held ég ekki býta utan á hann, ég er búinn að... Þetta ekki sá fyrsti. Ég fer með hennan til Kristjáns Hólmaði. Læt það reykja hann. Hann ábyggilega einn aðalflinkasti maður á Íslandi að reykja lax. Þetta alveg afbörða. Vara frá hann, sko. Reykti laxinn frá Kristjáni Benediktssyni á Hólmavaði löngu orðinn landsfrægur. Kristján reykir fyrir mjög marga sem veiða í Laxá og það eitthvað við keiminn af Hólmavaðslaxinum sem gerir hann svo eftirsóttan. Yfir sumatíman hér mikil aðgerð og á stundum líkast fiskverkunarhúsi þegar mikið þarf að reykja. Finnur mun á til að mynda vorlaxinum? Hann langbestur maður. Nýgengi hérna. Svo þegar haustar þá fer vel lélegur. Sérstaklega hrygnurnar. Það eru óætartelja eftir ágústlok. Þetta ekkert nema rogn. Það á ekkert vel drefna þér þá. En hver listin að gera góðan reyktan lax? Hver leyndardómurinn? Já, það nú svo margt sem þarf
aðtuga sko, það svona saltið, það mjög vandasamt að salta á mótfélagið því að þú veist að það ekki saman hvort maður að salta 20 punda lax eða 5 punda lax. Þau höfum misjafnlega lengi í saltinu. Svo þarf að þvoða mjög vel upp vegna þess að ef það ekki gert, þá kemur salt húð á og þau verða gráir og ljótir. Þeir þurfa að vera rauðir eins og þessi hérna. Kristján reykir við sauðatað og þess eldra því betra. Laxarnir sem Helgi veiddi á Hólmavaðstíflu eru í góðum höndum. Helgarnir eiga aðra vakt fyrir neðan fossa á því ævintýra svæði. Það liggja laxar á eyrinni í Kistukvísl við landið austanvert. Hann í því hjá Helga og við sáum hvernig hann réðist á maðkinn og gleypti hann. Þetta ágætur fiskur. En skyndilega allt slakt. Jæja. Það bara ekki viðlits að hestan. Þessi fiskur gaf sér ekki tíma og svo mikil voru lætin þegar hann réðist á maðkinn að það sat ekki nægilega vel í honum. Þetta bítur ekki á kallinn og hann segir sögur eins og hann fái borgað fyrir það. Frægasta veislan sem Lalli hélt í gamla daga, það var þegar hann setti í stórlaxinn á Hólmavaðstíflu. Það var að byrja kvöldvaktina og það tekur hjá honum lax á spón og hann mæðir hann þarna í þessu nú hálfan annan tíma. Ég var ekki við, þetta var nú sennilega búið að bæta eitthvað við þessa sögu. En fyrir restum þetta var svo skrítið sko, þetta virtist að vera feiknarfallegu fiskur vegna þess að hann kom svona aðeins annars lagi og nötraði svona og svo gaf hann eftir á milli, þannig að Lárus vildi nú fara varlega og ná þessum fisku en það náði hann þessari veiði og það var þegar þessi veiðin kom á landi þá var þetta gargafall, alveg úrvalsgargafall og þegar Lalli kom heim þá náttúrulega hélt hann veislu út af gargaflinum og ég held að hann hafði nú svona látið veiðin eiga sig mestu leit eftir það. Eitthvað var hann, veislan var mikil sem Lalli hélt og var gaman að því. Lárus var alveg frábær persónuleiki, voðalega gaman að hitta hérna með án að vera kynnast honum en hann svona hélt stundum veislur eins og gengur og gerist, það líka fylgir þessu. Það óhætt að segja að Kistukvíslinn sé einn samfelldur veiðistaður. Þegar lítið veiðist eru það oftar en ekki holurnar, efri og neðri háfhóla, sem gefa fiska. Hér eins og annar staðar við Laxá vita menn af þeim stóra á sveimi og þetta eru því engar silungagræjur hjá Helga. Girnið gefið upp fyrir 40 pund, línan á annað 100 metra og stöngin 15 fet stíf. Þeir eru líka fáir sem veitt hafa jafn marga stórlaxa og Helgi Bjarnason. Eitt sumarið tók hann 6, 20 pund og yfir. Hér á fiskur það til að rjúka lengst niður á hil þar sem kvíslinn mætir aðal ánni aftur. Helgi yngri tilbúinn með háfinn nokkuð fyrir neðan. Er þetta bara smáfiskur? Já, en Ertu búinn að sjá hann? nei, ég sá hann aðeins áðan, sérðu.
Strákurinn er ekkert að tvínóna við hlutina, veður úti, en hér brotnar háfurinn. Kallinn stendur sem fastast og bíður þess sem verða vill. Þessi á ekki að sleppa hvað sem það kostar. Enginn er verri þótt hann vökni og júniorinn er hæstánaður. Það er sérstök list að skilja skilaboð náttúrunnar. Helgi Bjarnason er eins og góður veiðimaður verður að vera, athugull og næmur á umhverfi sitt. Jafnvel það smæsta vekur áhuga hans. Þetta er besti tíminn í Laxá og það er veitt á allar stangir. Hér kasta veiðimenn á laxa rétt fyrir ofan æðarfossa. Stutta stund staðnæmist laxinn fyrir ofan fossana og hvílist áður en hann heldur upp ána. Á sama tíma er nóg að gera hjá þeim feðgum. Kallinn er búinn að setja í hann í efri háfhólu sem dregur nafn sitt af því að þarna háuðu menn laxa í gamla daga. Heyrðu, þetta er alvöru fiskur, eða ekki? Já, þetta er alvöru fiskur. Hvað myndirðu skjóta á? Þetta gæti verið 15-18 punda fiskur, ég veit það ekki. En hann kemur til með að rjúka niður úr. Já, hann þarf á fullri ferð fram og þá var nú einhver að fara sem er léttur upp á fótinn en ég. Helgi hefur farið í uppskurð á hné og hann er því ekki eins léttur á sér og hann var. Hann verður fljótlega 70 en það er hvorki að sjá né heyra. Þessi fiskur fær það óþvegið. Þetta eru engin vettlingatök. Helgi, hann ætlar að láta þig hlaupa með það niður úr. Hvernig líst þér á það? Það er spennandi. Jöfnveld spennandi. Stress? Já, svolítið. Hann segir að sé jafnvel 20. Já, ekki segja þetta meðan ég er með hann á stönginni, annars sko. Það haggar ekkert Helga Bjarnasyni. Hann er rósemin uppmáluð og hann hefur oft upplifað þetta áður. Það eru liðnar 28 mínútur frá því að laxinn tók og enn er ekkert fararsnið á honum. Það hlýtur að fara að draga til tíðinda. Fiskur og maður mæðast. Þessi fiskur
er ekki undir 20 pundum. Þeir hafa enn ekki séð fiskinn, en Helgi hefur fundið hvernig sökkur og lína hafa sargast við klettinn. Það veit ekki á gott. Skyndilega og án nokkurrar aðvörunar fer hann af stað. Helgi hrasar en nær að rétta syni sínum stöngina og skipar honum að hlaupa. Þetta eru spennu þrungin andartök. Helgi eltir laxinn en skyndilega sleppir áin takinu. Stórlaxinn er horfinn. Viltu giska? Nei, 20 allavega. Allavega 20 pund. Þetta var alveg agalegt. Hvað gerðist? Ég eiginlega veit það ekki. Var hér í brandboltinu, það var sennilega komið slaki eða eitthvað skotin á þetta. Nei, það er ekki. Ég veit ekki hvað það var. Náttúrulega, Þetta er hluti af þessu. já, þetta er hluti. Við munum lengi eftir þessum. Þegar við róum aftur yfir Laxá hafa jafnvel Kinnarfjöllin tekið ofan og að baki er eitt andartak í eilífðarparadísinni Laxá í Aðaldal.